Góða kvöldið og velkomin á þetta bókaspjall bókaklúbbs Bursmála hér á vinnustofu Kjarvals. Þetta ekki í fyrsta sinn sem við komum hér saman og ég leyfi mér að fullyrða að þetta sé heldur ekki síðasta skiptið því að við erum nú þegar búin að bóka næsta viðburð sem að verður hér í lok nóvember, þar sé að lok þessa mánaðar. Við komum hér hins vegar saman að ærnu tilefni. Við höfum haldið þessum klúbbi úti síðan í apríl síðastliðnum og verið að fást eða kljást við bækur úr ólíkum áttum og núna erum við í fyrsta sinn að lesa okkur í gegnum rit sem ekki til á íslensku. Við viljum auðvitað helst geta farið yfir þá texta sem við erum að ræða á hinu ástkæra Ylhýra en það var ekki mögulegt í þessu tilviki. Mér hefur þótt á síðustu árum og misserum ekki síst nokkur slagsíða í opinberu umræðu hér og reyndar víðar á Vesturlöndum alþjóðamál sem að hverfast að stórum hluta mann sem að situr nú þessar mundir í Hvíta húsinu öðru sinni sem 47. forseti Bandaríkjanna. Og það dálítið látið eins og að þær ákvarðanir sem að hann tekur og svo stefna sem að hann setur sé upphaf og endir alls sem að ákvarði framtíðar horfur fyrir þennan heim. Og þó að það megi að nokkru leyti halda þið fram að það séu fáir menn sem að hafi meiri áhrif en hann og sannarlega fer hann fyrir voldugasta ríki veraldar með stærsta herafla í heimi að þá myndin eilítið flóknari og hún hefur verið að breytast hratt á síðustu árum áratugum og þar óhjákvæmilegt að beina augum til austurs að sjálfsögðu til Kína sem við ætlum að gera hér í kvöld en líka til annarra ríkja á borð við Indland sem nú orðið fjölmennasta ríki veraldar, fjölmennara heldur en Kína sjálft en Kína auðvitað þessi suðupunktur og þessi valdapunktur sem að við þurfum í auknum mæli að horfa til. Fjölmiðlarnir bregðast í þessu að mínum mati og fyrir því skiljanlegar ástæður. Ég ætla ekki að gagnrýna kollega mína of hart í því. Þetta menningarheimur sem okkur að mörgu leyti lokaður. Við eigum erfitt með að skilja hann vegna þess að við skiljum ekki tungumálið og við skiljum ekki menninguna sem slíka. Við þekkjum ekki þessa ótrúlega löngu og merkilegu sögu. En jafnt og þétt að ljúkast upp fyrir okkur að við komumst ekki hjá því að reyna að skilja þetta betur. Vegna þess að á komandi árum mun þessi vinkill eða þessi þáttur í alþjóðamálunum vega þyngra og þyngra. Hvort sem það verður í gegnum innrás Kínverja í Taívan eða frekari viðskiptastríð eða viðskiptasamninga milli þessara stórvelda. Þannig að ég fór skömmu eftir að við stofnuðum til klúbbsins að velta fyrir mér hvernig við gætum lagt okkar að mörkum við að auka skilning hér á landi þetta mál í gegnum bóklestur og sankaði að mér allnokkrum ritum þar meðal annars áhugaverðum ritum eftir Kevin Rudd fyrir forsætisráðherra Ástralíu sem að áhugaverð, hann mjög vel inn í málefnum Kína en líkt og Kína sjálft þá litteratúrun eða bækurnar í kringum þetta ríki og þennan valda heim yfirleitt mjög þykkur. Hann bara eins og ævisaga Mao Zedong sem að Ólafur Teitur Guðnason þýddi á sinni tíma og fleiri verk Kevin Rudd, verkin sem að Xi Jinping hefur sjálfur ritað margra binda verk og við byggjum á því að klúbburinn okkar geti lesið sig gegnum bók á einu mánuði. Þannig að við erum bundin að því. Og ég að lokum rakst á og til ánægju verði að segja á bók sem að starfsmenn Pennans höfðu flutt inn kannski 2-3 eintök til landsins. Ég veikri vonum að þessar bækur eru greipnar af einhverjum áhugasömum lesendum og ég greip bók eftir mann sem að ég þekkti engin deili á þeim tíma, Michael Dillon undir hinum áhugaverða titli Við verðum
að tala sí. Við verðum að ræða þennan mann. Því að dagurinn í dag fer allur í það að ræða Donald Trump. Ekkert Xi Jinping. Og hingað erum við komin og takk fyrir að mæta hingað svona mörg og takk ykkur mörg fyrir að kaupa eintaka þessari bók. Ég veit að hún hefur selst gríðarlega vel. Það þurfti að gera aukapöntun til Landsins-safninu vegna áhuga á henni og hún hefur verið á metsölulistum síðasta mánuðinn. Og hingað erum við kominir í kvöld til þess að ræðana og ég fekk til mín menn úr ólíkum áttum til þess sem að vonandi geta varpað dýpra ljós á viðfangsefnið. Ekki endilega bókina sem slíka sem ég ætlast til þess að þið hafi lesið eða síðan að lesa, heldur frekar viðfangsefni sem að er Kína og þessi ótrúlegi maður sem Xi Jinping er. Og það eru Magnús Björnsson sem að kennir kínversk fræði við Háskóla Íslands, nam í Kína á sínum tíma, hefur starfað fyrir íslensku utanríkisþjónustuna þar, þekkir þennan heim með öðrum hætti en flest hver okkar. Og svo Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og alþingismaður sem að þekkir auðvitað diplómasíuna og hefur í gegnum sín störf orðið áskynja og tekið þátt í umræðu þetta vaxandi afl kínverska drekans og ég held að við getum næsta klukkutíman eða svo átt áhugavert spjall þetta og ég mun hér leggja fyrir þá óleysanlegar þrautir í spurningum mínum eins og þið þekkið en þeir munu víkja sér undan eða leysa þrautirnar eins og ekkert sé og svo köllum við hér eftir viðbröðum líka úr sal og hlakka til að eiga þetta samtal við ykkur. Velkomin á bókakvöld spursmála. Og þakka ykkur báðu tveir fyrir að mæta til leiks. Ég held ég að byrja á því að varpa spurningu til þín, Magnús, vegna þess að það er öðruvísi umræða Kína heldur en til þess Bandaríkin og við vitum að Kína er ekki eins opið samfélag, það er ekki lýðræðis samfélag í þeim skilningi sem að við leggjum í það. Hvernig fyrir sérfræðingi í kínversku málefnum að eiga samtal þessi mál? Er eitthvað hætt á því að þú farir ekki aftur til Kína ef þú missir eitthvað út úr þér hérna sem ekki má? Já, þakka fyrir Stefánínar, ég sannlega heiður að fá að vera hérna hjá þér og með honum Gulla fyrir Emma-Ingi, við erum saman hérna. Já, það er varúðar yfirlýsing, þeir eru báður og menntaskólum á Akureyri, við erum ekki sérstaklega hrifnir af því verslingar. Þetta voru mistök. Já, en og bara gaman að sjá hvað margir mæta og sýni greinilega þetta viðfangsefni vekur áhuga og bara fólk vonandi bara þyrst í að fræðast meira Kína. Nei, ég held að ég þurfi ekki að hafa neina ekki mjög mikla ágjur af því að hvað ég segi sko það vissulega er náttúrulega svona andurklóftið þann úti hefur náttúrulega breyst aðeins til eins verra einhver leyti má segja en ég held að við séum nú samt alveg við okkur séum nú leyft að segja bara náttúrulega það sem við segjum og viljum en það er náttúrulega það leyfilegt á Íslandi þannig að þeir skilja það alveg. Er þetta afleiðing að einhver leita af því sem gerist í COVID eða er þetta bara vegna stjórnarfarsbreytinga sem að við lesum og skynjum í svona ölduganginum í gegnum þessa bók? Þú meina þá varandi að þetta hafi svona heldur farið á verið vega eða hvað? Ég þarf að segja, já, varðandi ritskoðuna og svona það hvernig stjórnvöld líta umræðu þessi mál því að við verðum að eiga we need to talk about Xi eins og Michael segir. Algjörlega sko. Já, ég held að sko ég held að COVID kannski spilir nú kannski ekki stór röll hann inni en við erum samt bara höfum því miður svona séð kannski þessa þróun í það átt að það er svona meiri ritskoðun og það meiri svona stjórnun á því hvernig umræðan fer fram til dæmis bæði innan Kína og erlendis og það hefur svona bara eitthvað sem hefur verið að þróast núna í undanferðin ár sko en ekkert samt allavega þegar maður er sjálfur að tala eins og Íslandi sko ég náttúrulega get með nokkuð góðu get nokkuð sagt það öruggur að ég get sagt eiginlega hvað sem það er ekki svoleiðis vandamál, það er ekki á neina ágjörð því það verður eitthvað ég þurfi að skoða sjálfum eitthvað í kvöld. Það
Það kemur í ljós í næstu viku, þið lesið það í mokkanum í næstu viku. Guðlaugur, með sama hætti, kannski ef við skoðum Kína, við eigum eftir að tala þennan merkilega mann, hann þetta mjög áhugaverður fyrir svo margar hluta sakir. Þegar þú ert utanríkisráðherra eða ferð að koma inn í þessi utanríkismál, komandi frá litla Íslandi, við erum 3500 sinnum minni heldur eða Kína 3500 sinnum stærri en Ísland. Hvernig horfir þetta við þér, þessi þróun, ef þú kannski dregur upp bara mynd af þessu tímabili frá því að Xi Jinping tekur við völdum 2012, 2013? Já, takk fyrir að fá að vera með ykkur, það heiður og ánægja og bara ástæðan fyrir að verslingar eru svona eitthvað ósáttu okkur emmaðingar, það þegar þið komu norður að það þurfti svolítið að taka til og eftir. Við höfum yfirleitt alltaf tapað fyrir ykkur í Getur betur og tala ég að persónulegri reynslu þar. En sko ég mjög ánægður að fá að sko ræða þetta og ég alveg sammálaður það sem varst að segja í innganginu, það verður að ræða þessa hluti. Og ég fór svona að rifja það upp þegar þú hafði samband við mig sko þennan tíma, því að ég er í 5 ár utanríkisráðherra og hlutinni breyttust mjög mikið á þeim tíma og ég held að sé óhætt að segja það ef menn ætla að fara svona hratt yfir að það var svona andinn í heiminum að menn svona trúðu á það sem að Fukuyama skrifaði The End of History 1992, þar sem að hann raunin að segja það og náttúrulega einn frægasta ritgerð sem hefur skrifuð. Ég las hana á þeim tíma og í rauninni grunnuna því að við þurfum eiginlega ekki að hafa áhyggjur, það svona þessi stóru barátta sem við höfum haft getur sagt frjálst vestrænt lýðræði og kommunisma og einhver alræðishyggju. Þetta bara búið vegna þess að það bara í eðlinu, eins og bara þegar múrinn fjall að þá byrja bara sjálfkrafa, það kemur lýðræði og menn markaðsbúskap og því meiri samskipti sem þetta fólk á við okkur, þá sjá þau ljósið og þetta verður allt svona bara þróast í rétt átt og menn trúðu því virkilega líka með Kína að þetta væri að þróast þannig. Deng Xiaoping á þetta þegar hann náttúrulega breytir hlutum í grundvallar atriðum og eftir þessa ógnastrót sem búið Mao í marga áratugi að þá opnar að landið og þeir draga, ég held sér 800 milljónir manna úr sárri fátækt og það voru stórkostlegi hlutir sem voru að gerast en á sama tíma að þá voru þeir mjög harðir á því að þeir ætluðu ekki að missa stjórnina sem höfðu. Það hefur aldrei verið lýðræði í Kína og þeir ætluðu ekki að koma á lýðræði í Kína. En samt sem var það þannig að eftir Deng Xiaoping þá þetta bara, það eru svona, getur við sagt, þetta svona viðmótið og þetta það sem fólki trúði. En ég held að sé óhætt að segja þá, mér finnst þessi bók mjög góð og fer yfir mjög mikið að Xi með allt aðra hugmyndir. Xi ræður þessu. Og Xi komin í þá stöðu að hann til dæmis það sem voru þó þeir sannlega ekki konum með lýðræði, að þá voru kannski konum með hluti eins og það að einhverjandi leiðtogi gæti ekki verið lengur en ákveðin tíma, hann búinn að íta þeirri hindrun og vegi og nú veltaði menn bara fyrir sér hvort hann verið þarna allæfi og menn eru nú að velta því fyrir sér víðar. Það minna mig eða? Menn eru að velta þessu fyrir sér í Bandaríkjunum núna hvort að menn geti fundið einhverja leið fyrir einhverja aðra menn til þess að sitja lengur á völdum. Já, en ég held að við getum þó svo að menn geti haft áhyggjur af ýmsu sem gerist í Bandaríkjunum að þá erum við ekki að tala neina sambarilega hluti og það mjög áhugavert að sjá, sko, hann náttúrulega hefur lagt áherslu á þetta, baráttunum gegn fátækt og gegn spillingu, en sömulegis þessi kínverski draumur sem ekki eins og ameríski draumurinn og mér skilst að og þetta veit Magnús þetta betur en ég eftir að tala kínversku og verið í Kína, en ég svona alltaf reynt að hlusta, maður náttúrulega ég fór í opinbera heimsókn, ég var í mjög miklum samskiptum við og það átti þetta að klára ákveðna þætti, var þetta í fríverslunarsamningi sem ég gerði, þannig að samningunum var svolítið að þeir gátu flutt til okkar en við ekki til þeirra, en við kláruðum það en þeir voru mjög mikið að pressa á íslensk stjórnvöld, til dæmis á Belt og Braut og voru mjög augljóslega með mjög svona skýra sína þeirra sem svona partur af þessu kínverska draumi að verða heimsveldið í annarkvort annars stærsta eða stærsta heimsveldið. Vildu fjárfesta í innviðum hér?
þeir pressuðu mjög á mig að gera þetta og neðri hæðum að þá sögðu þeir að það væri nú alveg hægt að gera allt milli himins og jarðar í fjárfestingum í Íslandi ef að þessi ráðherrarn uppi myndi nú bara hafa vitað við að skrifa undir þetta og þetta voru... Sundabrautin væri komin? Já, það voru hugmyndir, þetta var aldrei satt mig en hugmyndir eins og til dæmis lest á milli Keflavíkur og Reykjavíkur og sæstrengu til Evrópu sem var nú kannski ekki eitthvað sem það hefði nú aldrei gert á minni vakt en það voru fleiri svona hugmyndir og þetta það sem þið gerðu og það kannski nú lítið fjallað þessari bók þó hún sé mjög góð, það rauninni hvað allt umfang þeirra og umsvif út heim það sem þeir hafa og fólk var að setja svona varan það að sérstaklega lönd sem að ekki með sterk stjórnarfar og spillingu að þeir hleyptu þeim inn með alls konar verkefni, sum verkefni voru alls ekki arðbær þannig að þeir tóku þau síðan yfir vegna þess að við kontið þjóðu gátt ekki borgað og sömulegis voru við mjög svona skýra stefnu hvað varðandi að ákveðnu siðum vilja þeir vera sterkir, hátæknið muni kannski með Huawei hérna sem að ég lagði nú mikið á mig því að við vorum mjög svona bláeg í þessu og ég þurfti að leggja mjög mikið á mig til þess að koma í vekk fyrir það að Huawei að við værum ekki með í fjarskiptakerfi sem var einstakt í einu vestræna heimi vegna þess að þegar kemur á öryggis og varnarmálum þá erum við oft áttum okkur ekki á því í hvað umhverfi við erum en þetta eru svona nokkuð dæmi en okkar samskipti voru mjög vinsanleg, tekið afskaplega vel á móti mér þegar ég fór til Kína og þó það tekið tíma þá gekk það fram sem að ég lagði upp með varðandi viðskiptasamningunum svo framvegis en það fór ekkert á milli mála að þeir ætluðu sér stóra hluti hér á norðurslóðum þeir voru þá með, ég veit ekki hvernig afdrifin hafi verið því að byggja í Marja 7 risastór skip sem átt að sigla í gegnum norðurslóðir, það að segja flutningaskip, risaskip sem eru byggð þannig eins og ísbrjótar bara gegnum Íshafið frá Rússlandi og það er sem sagt það er unni 3 leiðir sem koma til greina það er unni, rússarnir hafa litið á það sem norðvestur ströndina sína þeir lítið á bara sem sinn Súesskurð og ætla að hagnast á honum Kínverjarnir hafa verið að líta til þess og við ræðum örugglega samskipti í Kína og Rússlands og eftir en Kínverjarnir voru nú líka að hugsa að sigla bara beint í gegn og svo ertu með það er norðaustur við Rússland og svo ertu með norðvestur sem nú hættulegasta siglingaleiðin en þeir voru eins og Asíubúar eða þjóðir almennt voru mjög uppteknar af norðurslóðum og það voru mjög mikið tími á mér að vekja athygli grann okkar bandamanna, hvort sem voru Bandaríkjamenn Breta eða Norðurlandaþjóðan og Kanada á því að menn þurft að líta norður þeir voru löngu búnir þessu allar það þjóðir sem heimsótt í Asíu voru með vel skilgreinda norðurslóðastefnu búin að átta sig að þarna voru hlutir að gerast sem myndi skipta máli fyrir þau og það var svo, það sem gerði svona þegar leið á tímabilið að þá breyttist viðmótið gagnvart Kína, þar að segja menn áttuðu sig og ekki þá varandi Kínverju með sem þjóð heldur bara áherslu eins og kemur vel fram í þessari bók voru bara aðrar heldur menn voru að vonast til og það sem voru hjá fyrirnum hans þar segja fyrir utan bara má og þannig að og það er áhugavert, ég var nú bara núna að því ég nú svona aðeins svari frá þessu þó ég sé alltaf með augun á þessum málum að þá var ég á alþjóðlegri ráðstefnu í Brussel þar sem Ástrali var og hann sagði bara, var að tala bara við salinn sem mestir Evrópubúar þó þetta væri sem sagt alheimssamtök og hann sagði, ég veit að þið vilja ekkit hlusta á þetta af því að þið tali alltaf það að Rússar sé núverandi ógnin en Kínverjar í framtíðinni hann sagði bara átti ykkur á því og þetta er Ástrali þeir þekkja að vita alveg hver að tala Xi að undirbúa innan 3-4 ára muni hann undirbúa kínverskjóðuna, hann muni ráðast inn í Tævan hvort hann gerir það veit ég ekki en það er það sem verið undirbúa og hvernig þessi mál þróast er ómögulegt að segja og það er áhugavert að sjá að markmiðum þeirra þeirra kemur og það kannski kemur svolítið að ritgerðin The End of History sem að lengi framan af svona var að rætast þó svo að síðan sáum við þessa breytinga bæði hjá Xi og Putin sem breyta myndinni að þessar áætlanir þeirra þessar efnahagslega áætlanir þeirra verða stærstir og svo framvegis að það er að högta og það er nú kannski vegna þess að menn eru að herða á þar að segja frelsinu
þeir hafa verið með þetta svona efnahagslegt frelsi en þeir hafa verið að taka á því og það þannig að það ekki líkur á því að þeir séu að ná þeim markmiðum sínum að vera til dæmis stærri en Bandaríkin efnahagslega árið 2040 svo dæmis tekið. Það var aðeins einn maður sem var undan Kínverunum að átta sig á norðurslóða áherslunum og það var Ólafur Ragnar Grímsson eins og hann hefur margótt bent á sjálfur en kannski til þess að fara ef við bökkum aðeins aftur Xi Jinping hefur verið svona í okkar sviðsljósi einhverju leiti frá 2012 þegar hann tekur við sem aðalritari og svo sem forseti árið síðar. Magnús, getur þú lýst fyrir okkur vegna þess að þegar nýju leiðtogar koma frá í Kína þá það alltaf eins og skrattin úr söðurlegnu við aldrei heyrt þessa menn í fyrsta lagi erum við ekki að fjalla menn sem eru neðar í valdablokkinni sem eru nokkur þúsund manns inn í svona þessum innsta kjarna kommunistaflokksins getur þú kannski deilt með okkur þegar að Xi Jinping kemst í valda þarna á þessum tíma var þetta maður sem að þú hefði verið með lengi á sjóndeildarhringnum eða hvernig virkar þetta fyrir ykkur sem að eru þó með nefið aðeins svona í þessu kerfi? Já, þetta náttúrulega mjög stjórnmálakerfi í Kína náttúrulega gríðarlega lokað og þetta svona eins og ég segi nemendum mínum þegar ég að kenna Kínu stjórnmál þetta svona bara eins og svartu kassi sko og stundu koma svona einhver skilabóð úr honum svona sem maður kannski getur átt að sjá en þetta er mjög lokað kerfi og það oft erfitt átt að sjá hvað að gerast nákvæmlega. En sko fyrirrennara Xi Jinping, þeir Hu Jintao sem var á undan honum og svo Jiang Zemin, þeir eru allir valdir af Deng Xiaoping. Og náttúrulega Jiang Zemin, Íslandsvinurinn Jiang Zemin, hann náttúrulega kemur bara fram á sjónarsviði, reyndar mjög óvænt eftir Torgins minnska friðar og þá aðalritari flokksins og forseti landsins í rúmlega 10 ár og hann var valinn af Deng og svo var svo til að velja aftaka hans þá valdi Deng Xiaoping Hu Jintao þannig að þó að Deng var í dáin og fyrir tölvört löngu síðan að þá samt þorði eða menn vildu bara verða þessa ákvörðun gamla mannsins að Hu Jintao að taka við en hann hefði trúlega aldrei tekið við ef hann hefði lent í svona þurft að takast á við svona innanbúðar baróttu því að hann var náttúrulega frekar veikur leiðtogi og alla tíð. Þannig að Xi er eini svona fyrsti leiðtogin sem er svona valinn má segja innan flokksins og það er sko þegar og þetta er náttúrulega ákveðið ferli sem fer í gang 5 árum áður hann er valinn hann er kosinn aðalritari 2012 aðalritari flokksins en 5 árum áður á flokksþingi þá 2007 þá er hann valinn sem í stjórnmálaráðið og verður varaforseti landsins þannig að þá er svona allavega komið ákveð hint það að þetta sé framtíða leiðtogi og þannig hefur það oft verið að sá sem að tekur við að hann er dubbaður upp svona kannski á flokksþinginu 5 árum áður hann verður forseti eða verður aðalritari og svona er svona látin undirbúa sig fyrir hlutverkið og það má þó að segja þá runni 5 árum áður hann verður flokksritari þá er hann komin í þetta svona foruftu sæti skulum við segja varandi það að taka við á Hu Jintao. Það er flugbraut fyrir þetta en það er í ofanálag var þetta kannski ekki augljóst í ljósi þess hvernig hafi verið farið með föður hans í svona í eftirleik svona þessa mikla mátíma þetta voru menn sem maður var búið að íta út á jaðarinn algjörlega sko þetta er náttúrulega sko ævisaga Xi Jinping er náttúrulega alveg einstök og var bara mjög áhvert að lesa hana og það er aðeins komið inn í bókinni sem er náttúrulega bara mjög áhvert en ég hveti ykkur alveg til að lesa meira það því að hann er náttúrulega hann lendir sérstaklega í barnæsku sín náttúrulega í alveg ótrúlegum náttúrulega í miðri menningabyltingunni og hremmingum bara algjörlega sko og faðir hans er náttúrulega bara lendir hérna í stofufangis og er sendur í bara dráttarvélaverksmiðju minnir að sé til þess að vinna venjulega verkamannavinnu eins og var nú gætan þá sem að lendu upp á kant við má þannig að og hann náttúrulega og fjölskyldan er sjálfsögðu öll lendir í því þannig að það er mjög áhugavert að lesa það og sjá bara hvaða svona og er áhugavert að velta fyrir sér bara hvernig þetta við mótað hann sem einstakling og hvað þetta hefur að gera með hans stjórnarhætti núna sko
en sko þó svo að hann hafi verið náttúrulega komin hann svona sem svona kandidat fyrir að verða aðalritari sem náttúrulega aðaldjobbið, forsetinn bara svona auka jobb, það náttúrulega aðalritari flokksins skiptir máli, að þá runni voru samt fleiri sem að og innan flokksins voru var náttúrulega valdabarátta, hver taki við honum, til dæmis en að gefa aðeins fyrir bókinni, þá maður Bosi Lai sem að var mjög vinsæll borgarstjóri í borg sem heitir Chongqing, og hann svona populískur dálítið. Xi náttúrulega frekar svona ég kannski ekki segja leiðileg persóna, en hann er svona frekar grár sko. Heldur aftur á sig. Já, og þú varst að tala akkur alltaf að tala Trump en ekki Xi sko. Það náttúrulega kannski hluti að Trump náttúrulega áhugaður persóna, en Xi svona frekar leiðilegur sko. En hann er ekki á X með yfirlýsingar á nóttunni. Nákvæmlega sko. Það tölur munur á því það sko. En Bosi Lai var akkurat svona populískur stjórnmálamaður sem er náttúrulega mjög sjaldgæft í kínverska kerfinu. Og hann var alveg, það var ekkert alveg ljóst að hann kemist í þeirra stöðu. En hann var svona, bara duglegur að afla sér atkvæða innan flokksins og sérstaklega meðal hæðst elíturinn í flokknum. Ég ætla að spila að því að þú nefndir Hu Jintao, spila eitt vídeo, Hallur, geturðu skellt upp ákominni hér sem varð á þinginu stóra og við munum held í mörg hver eftir en er rétt að rifja upp, kemur hér upp á skjáin fyrir aftan okkur. Já, þetta er hér sjáum við það sem að menn eru á hápunkti fundarins, Xi Jinping þarna í forsæti auðvitað og gamli forsætin þarna og honum er fyllt út greinilega þvert gegn eigin vilja og hann reynir að ná sambandi við hinn nýja mikla leiðtoga sem að rétt kinkar kolli. Þetta eru væntanlega og kannski að fá okkur báða til að reflekta á þetta gerist ekki verið tilviljun. Geir Hallgrímsson gerði þetta ekki við Gunnar Thoroddsen á landsfundinu sem þú varst á 83 var það Guðlaugur? Nei, ég man lítið eftir þeim landsfundi. Já, nei, ég var nú ekki alveg þar. Nei, þetta er náttúrulega einhver skilaboð sem að ég held að við eigum mjög í þessum heimsluta eigum erfitt með að skilja og er alveg ótrúlega dramatíst af því að eins og nefni það er enga tilvílin í þessu, hann er bara að sína vald sitt, ég nú haldið fram í bókinu þetta har nú verið svona ákveðið mistök á honum og ég kann ekki að segja það hvernig að svona og hvort að Magnús geti sagt frá því að átti einhver samtöl við fólk sem að býr í Kína og hvernig þau upplifðu þetta en skilaboðin er alveg skýr en aðferðin náttúrulega með þetta er bara mjög brútal, við getum bara orðað þannig. Það er hægt að láta menn hverfa sviðinu með svona mýkri hætti. Já, það held ég má segja það sko, en ég held sko náttúrulega var nú fjallað þetta svolítið mikið á sín tíma og þetta þótti náttúrulega eins og segir, þetta er náttúrulega mjög sérstakur atburður og er alveg ég held að sko mín tilfinning er svo að þetta hafi ekki verið sko hann fyrstilega er nú Hu Jintao orðin sko gamall maður orðin svona hálfruglaður ég held að hafa en hann náttúrulega því hann er fyrirhundi forseti og fyrirhundi aðreitir flokksins þá náttúrulega sjálfsög hefur hann setur rétt á svona samkomum og bara í forseti en þannig ég kann ekki náttúrulega skýring á því að hverju var gripið til þessa en þetta er eins og segir brútalt og þetta er náttúrulega sko svona samkomur eru náttúrulega bara það gerist ekkert fyrir tilvílunar Þetta er að fyrirskipan forsetans. Já, sko, það væntanlega er það eitthvað þannig. Það er náttúrulega ekki einhverju undirsáttur sem að taka allt inn það til ráðs að fara að draga fyrir forseta landsins og afreitir flokksins út af þetta þinginu. En var hann með einhverju uppsteinn mögulega? Nei, hann sko, skilst nú reyndar að hann hafi verið svona eins og segja, hann er komið elliklöp sko og var nú að taka pappírina það hjá sérsnauti sínum og eitthvað svona. Það var alveg útskýringi sko, hann hefði bara þurft að fara til þess að fá sér ferskt loft eða eitthvað en eins og segir sko svona
svona eins og þessi þing eru og þau eru náttúrulega sett upp alveg 100% eins og leiksýningar og svona gerist það sjálfsögðu ekki nema auðvitað aðeins maðurinn stjórni því. En þetta fór þetta var held ég samt ekki jákvætt fyrir Xi Jinping. Ég held að fólki hafi blöskað þetta töluvert mikið. Þetta fór fyrir brjóstum mönnum en svo hefur þetta gerst með að því að við nefnum hér Deng Xiaoping og hvernig menn opnuðu hagkerfið, það voru fyrirtæki svo rekin, það eru þetta stéttarfélög í Kína og annað og svona yfirbragðið það að þetta sé nú kannski eigi eitthvað skilt við markaðsbúskap. Svo hafa sprottið upp mjög öflug fyrirtæki, menn hafa auðgast mjög, komist á lista yfir auðgustu menn í heimi og þar hafa líka orðið svona uppákomun, menn hafa hreinlega horfið ekki algjörlega en það var menn hafa horfið á sjónarsviðinu og menn hafa hreinlega haft áhyggjur af mönnum, svo hafa þeir komið tilbaka og þá hefur verið komið annar hljóð í strokkin. Þetta aðferðafræði sem þeir beita til þess að hafa stjórn á fyrirtækjum innan kerfi sem ekki markaðsbúskapur. Já, það náttúrulega svona þessi misræmið í þessu kerfi í Kína það að við erum með leninískan flokk sem bara á rætur sína rekja bara til flokkskipuleið og allt kerfið náttúrulega á bara rekur sögur sína bara til rússnesku byltingarnar. En svo erum við með náttúrulega bara mjög öflugt markaðshagkerfi í Kína og þetta það náttúrulega ríkisfyrirtæki líka mjög sterk en markaðurinn og enga framtaki í Kína bara mjög öflugt og þetta náttúrulega ákveðin þverstæða og flokkurinn náttúrulega þarf einhvern veginn að hafa stjórn á þessum kapitalistum sem eru náttúrulega kannski frekar til fjársins og vilja fara að hafa meira það að segja hvernig hlutirnir eru praktíseraðir. Eru þeir ekki búin að finna upp veiðigjöld þarna? Já, það er enda góð spurning, já. Það reyndar, flokkurinn nú reyndar mjög hóvar í skattheimtu. Það er nú bara hrósónu fyrir það. Þú veist það, Stefán, að við erum þeir eru með hæsta hlutfalli ríkisbönkum í heiminum, við erum nú með 2. Þannig að það er svona pínu ágjör af því, en þetta er svona nýgerð af kapitalisma, þetta er markaðsbúskapur, og þetta er svona bæði í Rússlandi og Kína, að ég tekið kannski eftir því að það bara svona eftir Úkraínustríð, þá voru ríki Rússar rosalega mikið að detta af svölum, bara út allan heim, þetta var bara eins og faraldur og það er einhvern veginn stjórnvöld virða og það eru eins og ég hef skilið máli að þá kínverski kommunistaflokkurinn hefur alltaf litið til sem við finnst vera fullkomna niðurlæging þegar Sovétríkin hrundu og það á ekki að gerast og þannig að menn hafa svona stjórn á þessum hætti og ég meina þú ert náttúrulega með allt það er ekki lýðræði menn ekki kosnir dómstólarnir, þeim stjórna kínverska kommunistaflokknum þú er náttúrulega með svona nútíma njósnakerfi, svona bara eins og svona ný útgáfa 1984 þar sem að menn er að fylgjast með og búið að ná mjög langt í því að greina andlit fólks og byrjuðu svona smá eins og á einhver svona litlu bara fáum 20 milljónum að fylgjast með öllu þannig að þeir þurftu að gera allt rafrænt hvort sem að það var banka eða sérstaklega fjármálinn eða lestu bóka og annað slíkt og þetta er svona bara hugsunin svo að þú getur haft svona svolítið stjórn á því hvort að fólk sé ekki góðir borgarar. Akkur heldur að við höfum stofnað bókaklúbb spurningamála, það var bara til að geta fylgst með því hvað fólk væri að lesa. Það sé Já, þú kannski ekki komið jafnlangt og kynur ekki komast að blokkinu að fylgjast með því. Já, talandi það, þú nefnir Sovétríkin, við munum auðvitað fall Sovétríkjana og þessar miðstýrða kerfi sem að eiginlega alveg fram að talsveit fram að falli Sovétríkjana töldu menn að héldi velli eða hefði burði til að standa þetta af sér. Nú erum við að sjá ýmis merki í hagkerfum heimsins, auðvitað í Bandaríkjunum og Evrópu en Kína líka, það er högt á hlutunum. Er einhver umræða innan Kína eða vangaveltur það að þetta kerfi
eða hvort að það ráði við þessar miklu breytingar, tollastríðið að hálfu Trump, en líka það sem að The Economist hefur verið að fjalla á síðustu 2 vikum allavega, varðandi þessa verðhjöðnun sem að menn rekja mörguleiti til þess hvernig þetta kerfi byggt upp á miðstýringu. Nei, Kína nú kannski ekki mikil umræð þetta, en það er náttúrulega kannski takmarka hvað þetta að fjalla þessi mál, en það er náttúrulega ljóst að það hefur hægt sannarlega á hagkerfinu hann í Kína og sérstaklega eftir COVID. Það er náttúrulega einhver liti náttúrulega bara eðlilegur hlutur, þú getur ekki með 10% hagvöxt út í það óendanlega, það náttúrulega kemur að því að þú enda hefur Kína þróast mjög hratt og þetta er orðið hámillitekjuland, þeir eru nálgast bara að komast upp í úrvalsflokkin þegar kemur að tekjum mann, það er bara þannig að það eðlilega dregur úr hagvextinum, það er bara hlutur sem bara gerist það er náttúrulegt eða eðlilegt efnahagslega ástæða fyrir því sko. En COVID fór náttúrulega frekar illa með Kína og sérstaklega efnahagslega séð, því að þeir héldu mjög lengi út, voru alveg 2 ár sem voru mjög ströngu svona lockdown í COVID-ið, og það má segja svona eftir það þá hafi kannski efnahagurinn ekki alveg náð að komast af flug. Síðan náttúrulega gerist það, og sem að má nú alveg segja að hafi gerst hluti þar sem að þurft að gera, það er að segja að fasteignamarkaðurinn var náttúrulega komin í algjöru vitleysu og það þurfti að draga úr því, og því það náttúrulega takmörk fyrir því hvað þetta er að byggja mikið og Kínverjum muni þess að hætta að fjölga, þannig að þú veist það er ekkert eðlilegt að sé endalaust að byggja, og þetta er svona nokkri þættir sem spila saman sem að gera það verkum að þetta verður svona efnahagslífið svona dregstaði saman, og svo náttúrulega bætast við þessi tollamál og þetta allt saman sem að kannski hefur auðvitað áhrif. En hafa menn ennþá trú á því að það sé hægt að handstýra með þessum hætti, eða maður skynjar það til dæmis á þessari umræðu eða þessari umfjöllun sem að ég vísi í Economist, að meir sé að þar finnst mann eins og menn talið aldrei undir rós það hvað þarna eiga sér stað. Það rættum að það séu yfir 130 bílaframleiðendur inn í landinu, þeir eru einhvern veginn innbyrðis á grunni þessa kerfis að keppa markaðslut en ekki verð. Það er hægt orðið að kaupa rafbíla á $8,000 eða minna í Kína sem er langt undir framleiðslukostnaði. Svona spilaborg, ef hún gengur á lengi, verður að hrynja. Já, það er náttúrulega alveg sko, það hefur gengið alveg illa hjá þeim að breyta þessu efnahagsmódeli, og það er kannski þá ekki síst einmitt stefna stjórnvalda sem að hefur haft þar áhrif, að það er þessi mikla áherslu á framleiðslu og framleiðsluaukning, og svo eru héruðin líka sko, Kína náttúrulega gríðarlega stórt og skiptist inn í ákveðin héruð, og héruðin sjálfur að keppast líka innbyrðis bara að efla sín fyrirtæki, og þess vegna verður þessi gríðarlega mikla samkeppni innanlands sem að bara þannig að eins og nefnir sko að framleiðsla fer fram á öllu hói, og svo náttúrulega verður þetta að dömpa þessu inn á okkur erlenda markaða sko til þess að leysa þessi málin. En sko varandi svona grunnspurningur sem nefndir sko, hvort að fólk hafi trúað í þetta kerfi ráði við þetta, þá held ég að það sé nú alveg eða sko, en það er ljóst mál að efnahagsstefna stjórnvalda, hún þarf að taka breytingum ef ekki á illa að fara, það er alveg ljóst mál, og það er spurningin nákvæmlega hvernig það verður með fróðlegt að sjá svona fram kannski næstu nokkur ár hvort það verður einhverjar breytingar sem ég er ekkert í svona hóflega bjartskluðu að segja að það getur orðið. Stór þáttur í þessu eru þetta varnarmálin eða hernaðamátturinn, og ég myndist á Bandaríkin hér áðan, þeir hafa ennþá mikla yfirburði þegar litið til flestra þátta, flugmóðurskipinu er oft nefnd sem einhvers konar mælikvarði, en það er ekki langt síðan að ég hlustaði á, hér eru við með svipmyndir af hersýningu frá Beijing fyrir skemmstu, og þetta er auðvitað veruleiki eða verald sem að við eigum ekki að venjast úr okkar heimsluta nema kannski nýverið einhverju leiti í Washington, þar sem að menn eru farnir í pissukeppni.
Guðlaugur, ég hlýt á mjög áhugavert viðtal við framkvæmdastjóra NATO daginn. Hann talar innrás í Tævan sem sögulega staðreind. Það er ekki ef heldur hvenar og menn hafa verið að færa þetta til á dagsetningum 2028 bara mjög sennilegt. 2025 að klárast, við erum að fara að fagna áramótunum 2026 núna innan fárra daga í raun. Hvað mun það þýða fyrir okkur taki Xi Jinping þessa ákvörðun á þeim tímapunkti til dæmis? Það hefur náttúrulega, það sem er búið að breytast það að menn eru að tala um þetta nákvæmlega eins og við erum að tala um þetta núna. Þetta er náttúrulega búin að vera, þeir hafa verið alltaf svona hvað skal ég segja, þetta sérkennilega samband milli Kína og Tævan og menn hafa, það hefur verið spenna og ýmislegt. En gríðarlega mikil viðskipti og rauninni samskipti, en núna trúa menn því virkilega og telja, og þú nefnir kínverska herinn, sem að svona illu heilli gerði þá breyting og hann var mjög þægilegur, það voru bara svona vinir og vandamenn í kínverska kommunistaflokknum sem fengu að vera ofurstar og fyrirmenni, en þetta er búið að breytast og þetta er orðin miklu öflugri her og náttúrulega orðin því sem bestu næstasti her í heimi. Og ef að þeir fara inn í Tævan, að það hefur náttúrulega svo gríðarlega áhrif á allt í heiminum þó að það sé langt frá okkur. Og það er náttúrulega Bandaríkjamenn mun ekki leyfa því að gerast og að tala það. Er þetta komið í veg fyrir það á tímum Kóreustríðsins? Það hefur náttúrulega verið, menn hafa talið það verið algjörlega fullvíst þangað til núna að menn er svona ekki að vissi því. Trump er bara þannig, hann er algjörlega óútreiknanlegur og hann hefur verið með öðru í sér nálgun því að það hefur alveg verið skýrt að Bandaríkjamenn muni verja Tævan ef ráðist inn. Og það er bara þýtt það að Kínverjar eru þá að ráðast inn í miklu meira heldur en Tævan ef við ætla að ráðast inn. Og það er nú eitt þátturinn af því að sem verið lagt áherslu á það af hálfu Bandaríkjamanna löngu fyrir Trump og þið verðið að fara að bera ábyrgð á ykkar eigin vörnum í það minnsta í meira mæli að við þurfum að geta einbeita okkur þessar ógn sem er í Asíu. En nákvæmlega sama er að gerast þar eins og í Evrópu, þar eru menn líka vígbúast, hvað sem það er Japan, Suður Kórea, Ástralía og allar þessar þjóðir. Þú veist aldrei ef að svona stór átök fara á stað þá er mjög stutt í heimstyrjöld því að valkosturinn við það að gera ekki neitt og verja ekki Tævan og það er nákvæmlega sama eins og núna með Úkraínu að við séð það í gegnum söguna og það er allir sem eru, getur sagt, nábúar og þetta í okkar heimsluta við Úkraínu og ég fór nú og hjálpaði rétt eftir innrásina þá er ég að hjálpa við að byggja munaðleysingahæli fyrir úkraínsk börn í Pólandi og hittum þar pólsk stjórnvöld og fyrirmenni þar. Þau sögðu bara, þau lögðu allt í það að hjálpa Úkraínu, tókum mikið flóttamönnum slíku, þau sögðu ef hann klára Úkraínu þá eru við næstir og spurningin er svo og verður fyrir þá aðila sem að hafa heitið því að stíða Tævan. Ef hann tekur Tævan, hvað er þá næst? Þá bara Japan næst. Já, ég með, þú veist, það er ekki það sem er, og mér veist góð bókin að þessari leit til að mér veist hún vera svona, hún er ekki með svona sterkar skoðun, hún er að lýsa og svona analýsa það sem maður átt að sjá og í þeim samskiptum sem ég var með sem voru náttúrulega mjög mikil og það var svo sem ekki bara Kína, það voru Rússland og margar aðra þjóðir og þetta er náttúrulega mest okkar nágrannaþjóðir. Þetta er bara svo allt öðru sér nálgun við teljum oft okkur við vera ólík hvort öðru en þú er bara að tala um fólk sem að og það er bara vinsamlega og nótum allt það en það bara lítur svo allt öðru sér á hlutina þegar þú hefur bara aldrei upplifað það að vera í lýðræðislegu samfélagi þú hefur aldrei upplifað það þú getur bara sagt hvað sem þú vilt og ef einhver kemur og segir heyrðu við bara að fá að kjósa hérna og við að fá að segja sem við viljum það er bara mjög ekstrím skoðanir þannig að þeir aðilar sem að þú ert að eiga við sem eru að stjórna þeir líta bara allt öðru sér á þetta og eins og ég skilda sem að kannski er svona mestu áhyggjurnar og Magnús getur sagt frá því að menn sem að tala kínversku tala við kínverska leigubílstjórum að það er nú oft best ef maður tala við leigubílstjóra og svona innsýn inn í þjóðarsáluna hvað sem að það eru Ísland annars staðar eða þú fer bara á barinn að það er alveg samstæðan það að það hefur verið farið illa með Kína og Kína hafi verið svona undir það er farið gegnum niðurlægingatímabil í nokkur tíma og ábyrgðaraðilarnir
vestræna þjóðir og það sé svona komin tími á Kína og það svo sem almennt í Asíu alveg sama hvar maður fór í Asíu menn telja sko, það svona samstæðan það að 21. öldin og hún öld Asíu en Kína með og mér að þessi kínverski draumur raun það að Kína verði ekki minna númer 2 en helst númer 1 og þess vegna ertu búin að vera með það að leggja áherslu á belt og braut sem við svo farum minna fyrir núna samstarfi í BRICS þar sem þetta með Rússland og Brasilí og Indland þar sem menn reyna að búa til sem mótvægi við vestrana heim, ameríska dollaran og svo framvegis þannig að þú veist, þetta ekki bara það menn sem sitt í stofinu og ræði þetta það verið að gera þetta og svo náttúrulega eins og við þekkjum þessi áhersla á það að komast yfir þessa málma sem lítið til af vera fremstir þegar kemur að endurnýjanlegu orku, hvort sem rafbílar, sólarsellunar svo framvegis. Það hugsun á bakvið þetta og það mjög gott að þjóðir eru metnaðarfullar og vilja ná langt en það sem það áhyggjur af að það þessi í rauninni, þessi drottnun og þá sérstaklega í ljósi þess að þarna fólk með hugmyndir sem eru bara allt aðrar en okkar og ég vil svo sannarlega alla framtíð að þá munum við geta búið við þau gildi sem við búið núna og helst allur heimurinn. Magnús, út frá þessu sem að Guðlaugur segir það söguleg staðnend að Kínverjar fara inn í Tævan? Nei, auðvitað geta hlutinni breyst maður getur ekkert sagt til það hvernig hlutinni þróast en með núverandi aðstöðu þá til ég nánast enga líkur á því. Ég heldur reyndar að samt sem áður munuði reyna að halda fram að þrýsta á Tævan og muni nota svona óhefðbundnar ekki svona kannski hernaðlega aðgerðir heldur ekki svona þrengja að Tævan skuluðu segja. Það fjölþáttaógnir? Já, fjölþáttaógnir akkurat, beita þeim svona í auknum mæli en sko það að ráðast inn í Tævan það ekki bara eitthvað sem gerir bara svona mánudags eftirmiðdegi, það við erum talað náttúrulega eyju sem töluvert langt frá meginlandinu og þeir eru búin að hafa núna 70-80 ára eða hvað til þess að undirbúa sig og runni á sko mátíman þá var alltaf þessi ógn þannig lagað þannig að þetta ekkert nýtt þannig lagað og síðan náttúrulega bara þetta mjög áhættusamt ef að gengur fyrir illa að þá kannski bara stjórnflokksins í Kína hún fyrir bíirunni þetta mjög áhættusamt fyrir bara stjórnmálafræðilega fyrir flokkinu bara varandi að halda völdum ef þetta fer illa þá sannarlega geti orðið breytingar í Kína. Samkvæmt öllu hefði Xi Jinping átt að vera farin frá völdum núna 2023 hann fær hins vegar framlengingu til 5 ára til 2028 kynna vera að eitthvað hernaðarbrölt af þessu tagi væri leið fyrir hann til þess að halda völdum lengur og ég spyr bara til þess út frá þessar umræðum Trump sko, sem að verður bara orðin 1000 ára gamall þegar að því kemur sko, en mennur samt að velta fyrir sig hvort að hann eigi að vera þarna fórseti áfram Xi Jinping ekkert unglamp, hann fæddur 53. Já, það og sko nei, það svo sem ámund átt að sjá hvað hann mun vera lengi völd en það eru nokkru hlutir sem að sko menna með summin hafa núna slegið fyrir máltælinu 2027 eins og þú nefndir nú líka 2008 þetta bara einhverja getgátur þetta ekki drunni held ég svona konkréta baku þetta 2028 eru reyndar kosningar í Tævan og það gæti verið svona krítískt ef að Kuomintang-flokkurinn kemst aftur til valda sem hefur svona verið hlutvallar í meginlandinu að þá kannski kemst á einhver tíða og hugsanlega dregur úr spennunni en ef að núverandi forseti fær annað umboða annað kjörtíðanbila þá getur ýmislegt breyst sko. Þannig að þetta svona mennur tala sko 2027 einhverju ástæðum, en ég held að 2028 sé miklu krítiskar ár hvað þetta varar og svo náttúrulega, Xi Jinping hann náttúrulega yngist ekki og þegar menn eldast að þá þú veist, ég meina eldra fólk alveg með góðu með fullu viti sko, en
Oftast já, en oft fá menn kannski svona einhverja ránkvömdi þegar menn eldast og alla sér að gera eitthvað sem á að vera þeirra legacy fyrir söguna og ég það er svona kannski það sem var óttast en þetta er samt, þú veist þarna erum við að tala hluti sem eru bara mjög fyrst fyrir eitthvað ólíklega sko. Fyrir þetta það kínverski herinn, jú, hann hefur nútímavæðst og náttúrulega mjög öflugur en þú veist bara núna síðustu mánuð og misseri höfum verið að heyra fréttir af sko hreinsun innan hersins og spillingu og slíkt þannig að og Kínverjar náttúrulega fylgjast vel með hvað að gerast í Úkraínu sjá ófæri rússneska hersins þar og ég svo það sé þannig að þetta svona ég frekar bjartsýnn á að það kom ekki til átaka þarna allavega ekki næsta árum allavega. Við skulum vona að Guð gefi að svo verði í grein sem ég skrifaði daginn í Morgunblaðið í tengslum við þessa bók þá rifjum við upp för Vigdísar Finnbogadóttur forseta til Kína 1995 hún átti þar heimspekilegur umræðu við Li Peng og þar komast við að þeirri niðurstöðu að frelsið væri afstætt ég ekki einu svona við sem að Ný Dönsk hefðu komast að þeirri niðurstöðu þrátt fyrir merkiða texta frelsið en fyrir skemmstu átti Hadda Tómasdóttir, núverandi forseti leiði til Kína til þess að ávarpa sömu ráðstefnu og þá sem að, það er að segja afmælis ráðstefnu jafnréttismál, hér sjáum við svipmyndir þaðan. Guðlaugur, þú hefur verið í för með þjóðhöfðingja Íslands, öðrum þjóðhöfðingja en þessum á svipaða slóðir varaformaður Sjálfstæðisflokksins og kollegið inn gerði athugasemdir í þinginu við það hvernig hún vitnaði Mao Zedong og taldi reyndar að forsetaskrifstofan þetta sitja svona upp lista yfir ákveðin hóp manna sem ekki ætti að vitna í að óþörfu hvernig horfa þessi samskipti við þér varð Halla að strúka kínverska drekanum rétt eða hefði hún átt að gera eins og baráttuglaði menn sögðu og hefði hún átt að strúka honum antæris Forsetinn náttúrulega í þeirri stöðu og hún náttúrulega ekki komin til að gera allt vitlaust, það liggur alveg fyrir það ekki hlutverk forseta lýðveldisins en ég skal viðurkenna það að þetta var nú kannski ekki alveg það var alveg hægt að gera það á þess að fara þessa leiðin en annars held ég hún hefði bara staðið sig með bríðið þessum áhyggjur mína voru eins og þessar að það eru svolítið áberandi hvað við erum þessi ríkisstjórn í litlum samskiptum við okkar nánustu bandamenn sem við eigum mest undir og þá er ég vísi í Bandaríkjamenn sérstaklega og Breta og það er alveg eftir því tekið annars staðar heldur en hér en ég verð samt aðeins að því út að tala Magnús, ég alveg sammálaður að Eiður að tala, svona þessi stjórnmálamenn geta aldrei svara spurningunum hreint ég mann hverju spurði það ég bara ítrekka ná eftir já, en þannig að ég verði samt aðeins að því að mér finnst þú greina þetta allt mjög vel varandi Tævan en það minnir mig á hvernig menn voru að greina áður en að Putin fór inn í Úkraínu og það er hættan að það eru ekkert vitið fyrir það að fara inn sko frekar að það var ekkert vitið en að fara inn í Úkraínu en þó það sem þeir eru líka augljóslega að gera Rússa gæti ekki barist í Úkraínu nema væri fyrir stuðning Kínverja og þeir ætla sér örugglega að nýta sér þá þjálfun og þá vitneskju sem eða reynslu sem þeir hafa baráttunum þar en ég ekkert að spá því að þeir fara inn í Tævan ég alveg sammála allir inn í greiningu en það sem bara að því að vanalega getur maður hugsað að þegar maður hugsa stjórnmálum þú þekkir nú stjórnmálamenn og stjórnmálum vel að þú getur hugsað svona nokkurn veginn hvernig viðkomandi leggur málið niður fyrir sig og hvað hagsmunir en þannig erum við bara eiga við aðra tegund en ég vona svo sannarlega að við þurfum ekki að hafa að gera því að þeir fara að inn Magnús, í þessu sambandi hvernig getum við haga samskiptum okkar við Kína ég meina Kína er bara stór hluti af okkar veruleika og sívaxandi eins og það horfum við erum í auknum viðskiptum við þá bara í bílaiðnaði og svo mörgu öðru verðum við bara sem þetta örríki sem við erum að hneigja okkur beygja eða hefði Halla átt að steita nefan og segja auki jafnrétti leysið úígúrana út í norðvestri ég skal nú ekki segja hvað forsetin hefði átt að gera en ég heldur hún hafi nú bara komist nokkuð vel frá þessu varandi þessi ummæli sko þetta er náttúrulega mjög fræg ummæli eftir Má og ég meiri segja nota þau nú sjálfur þegar ég er að kenna nefndum mínum
fjalla jafnréttismál í Kína. Halla, sko, þetta líka manni. Já, akkurat. Þannig að þetta svona mjög þekkt umæli, þannig að það kemur ekkert óvart. Ég held að hún hefði bara fengið hérna, sko, þetta nú alltaf ekki neitt sem hún sjálf fann upp á. Hún nú fengið einhverstað bara hérna innanbúður og vant ekki örugglega einhver Kínamenn hafa sagt inn þetta, sko, að segja þetta. En sko varandi, ég held náttúrulega bara gagnvart Kína eins og bara öllum öðrum stórveldum eða hérna stærri ríkjum, þá hefur náttúrulega örríki eins og Ísland auðvitað bara eiga vinsalem samskipti og hérna, en samt auðvitað hafa varan á sér, það bara ósköp eðlilegur hlutur. Kína náttúrulega hefur bara upp á svo margt að bjóða sérstaklega til framtíðar litið, menn þeir eru náttúrulega mjög framalega konir á mörgum sviðum og hérna og það var eiginlega, við myndum alltaf finnast að vera mjög sérstakt að hérna fara að loka alveg á þá, en að sjálfsögðu sko mér finnst allt í lagi að við höldum okkar sjónarmiðum á framfæri og það finnst mér bara og ég held að þeir hafi, sko þeim finnst það líka allt í lagi að þú veist auðvitað kannski ekki fara yfir strikið, en eins og varandi, hún fór náttúrulega á þess að jafnréttisráðstefnu þarna og þar getum við náttúrulega haldið bórið höfuðið hátt og kennt þeim mjög margt, því miður þá hefur eins og hérna sko Kína hefur staðið sér ágætlega í jafnréttismálum en það því miður bara hreinlega vera bakslag þar og þar eigum við sannarlega bara að að láta það vita því og halda okkur sjónum með lofti, mér veist það nú bara sjálfsagt mál, en það náttúrulega sko auðvitað erum við örþjóð þeir stórveldi en hérna ég meina, þú veist, við náttúrulega mætum hann að hefum að geta mæst bara á svona jafnréttis grundvelli og hérna hefum ekki verið feiminu að segja það sem okkur finnst. Já, músin á að segja það sem henni finnst svo lengi sem hún getur verið öruggum að geta hlaupist undan kettinu, sko. Það aðalatriðið. Já. Kannski í lokin að því að tíminn hlaupinn frá okkur, eins og jafnan að þessum góðu kvöldum, ef við horfum til Úkraínu stríðsins og þess hvernig heimurinn að teiknast upp með augljósa víglínu þar, komumst við hjá því ef við þurfum að ákvarða menn öðru hvorum megin víglínunar að segja að Rússarnir séu röngum megin línunar og að Kínverjar séu það þá leið sem bandamenn þeirra eða með einum öðrum hætti. Það liggur alveg fyrir hvar við stöndum og en það liggur líka fyrir hvar Kínverjarnir standa það ekki. Eða eru þeir beggja vegna, standa þeir klofvega yfir þessa víglínu? Nei, sko, við höfum tilhneigingu til að gleyma því að það sem við búum við og fannst algjörlega sjálfsagt. Þetta bara hefur verið í mjög stuttan tíma í veraldarsögunni og mjög litlum hluta heimsins. Og leið og við gleymum frelsinu, þá erum við mjög líkleg að missa það. Og við erum alltaf bara einni kynslóð frá því að missa frelsið. Og það ekkert líkur alveg fyrir að við erum að eiga núna, og það var öðruvísi heldur en var bara fyrir 10 árum eða 20 árum, að við erum að sjá miklu viðsjáverðri tíma. Og ég var náttúrulega miklu samskipti við Bandaríkjamenn þegar ég var í þessu embætti og þeir sögðu sko Rússland eins og bensínstöð með kjarnorkusprengju og en sko þeir eru miklu meira áhyggjur Kína því að Kína svo miklu stærra, efnahagslegra og öflugra og þegar allt í einu menn áttuðu sig á því að the end of history spádómunum væri alltaf ekki að rætast í bráð, að þá fóru menn að hafa áhyggjur en það ekki alveg sama hvernig við nálgumst verkefni. Þetta eigum ekki að klippa á samskiptum við Kína, það segir sér hver maður og þetta reyna að hafa bara eins góð og uppbyggleg samskipti eins og mögulegt en ef við erum ekki að verja frelsi okkar og þó við séum lítil og þá skiptum við máli því að samstæðan skiptir máli og það engin keðja sterkari heldur en veikasti lekkurinn. Þannig að ef einhver vestræn þjóð eða það þjóð sem hún þarf ekki að vera vestræn sem bara með sömu gild og við og ætlar að segja heyrðu við hefur bara engar áhyggjur af þessu og ætla ekki að taka þátt í því þegar við erum að reyna að halda utan þetta sem okkur dýrmætast, þá getur illa farið. En auðvitað eigum við að hafa vinsanir samskipti við Kína en því miður þurfum við að vera með augun á því eins og hann skrifar og þú byrjaði þáttin á, við verðum að tala sí. Magnús, víglínan, svona rétt í lokin eru þeir spilaðir beggja vegna línunar? Þeir svona segja það allavega, já, það séu svona
begge blansir, það náttúrulega eftir sem hefur liðið á stríðið þá náttúrulega auðljóst mála þeir svona taka meir og meiri því miður afstöðu með Rússum og bæði hvort sem það er þessi olíuinnflutningur eða aðstóð bara við að bæta upp fyrir þessum en ná ekki að kaupa á Vesturlöndum. Sko, auðvitað Úkraínustríðið, það náttúrulega bleiki fyllin í þessari stofu þegar kemur að samskiptum með Evrópu við Kína og það verður nú bara að segja það eins og það er og auðvitað ég vil nú kannski ekki alveg ég sé nú ekki alveg fyrir mér að við séum að koma í eitthvað kaldastríð skýrst strax en það náttúrulega Kína þeir eru allt annað dæmi heldur en kannski gömlu Sovétríkin eða hvað þetta og ég held að þó að þeir sýni náttúrulega auglýstum stuðning með Rússum að þá held ég samt að þeir eru svona, þeir eru sveigjanlegri kannski aðeins og vilja örugglega reyna að halda okkur góðum þannig lagað séð og ég held að það sé nú ofsnefnt að fara að draga línu í sandin og leggja upp einhvern múr en Þeir vilja hafa hurðun opna ef að þetta fyrir vest að vekja Pútín Já, algjörlega og ég meina, vonandi þessu stríði lítur einhvern að ljúka og þá vonandi förum við kannski aðeins aftur í bara svona þetta hefðbundna og vonandi verður það þannig En eru þeir ekki bara komnir með mjög sterka stöðu og hugsa bara út frá Kína og þeir eru náttúrulega mikið undir samskiptum Rússland að eftir sem að stríðu dreifist á langinn þá verður Rússar alltaf háðar í Kína verður alltaf sterkari í samskiptum Rússlands og Kína þannig að ég held að þeir hafi nú verið og sí hafi nú verið bara mjög opin augun þegar hann fór í þennan stuðning og maður það bara kalt að þetta væru hans hugmyndir og að því varst nú að sína hersýningun áðan að það var hann og Kim Jong-un og var ekki Putin og Lukashenko Lukashenko, þetta er nú frekar skýrt sko Þetta er engin smá saumaklúbbur Nei, þetta er öflugur heldur bókaklúbbur mokkans en öðruvísi aðeins öðruvísi Það er ekki skaman hjá þeim Nei en það er ég held að ég einhverju leyti ósammála pínandi matinu hans í bókinni ég held að hann segir að þetta sé nú svona á gráu svæði hvernig samskiptin eru þarna sko ég held að persónulega tengsl Xi og Putin séu rekið þetta bíldaldið áfram hvernig samskiptin eru og það er svona þó þeir hafi mjög ólíkan bakgrunn að þá hafa nú samt ýmislegt sem eru sammálum og það er svona kannski það sem að því mér finnst eins og varandi Kína maður les kínverskar bloggsíður og umfjöllun Úkraínustríðið auðvitað er náttúrulega þessi ríkisfjölmiðlarnir þeir náttúrulega standa með Rússunum en það mér finnst almenningur í Kína alls ekki vera á þeirri línu eða þvert á móti þannig að þetta er svona meira kannski þá topparnir sem stjórna þessu þau eru ekki þessi krafar almenningi en það er nú kannski ekki hlustað mikið á almenning hvort það Nei, ólíkt því sem hér er vonandi Já. Hallur getur aðeins sýnt aftur frá sýninguna þarna var Hallur að blanda saman þetta er sannarlega frá hersýningunni sem vorum að vísa til að það var verið að bera þetta saman við bókaklúbbin en þá langar mig til að sýna að þetta er sérlega frá fundinu sem ég átti með Kára Stefánsinni fyrir sumarum 1984 Við fellum þetta tal hér á þessum nótum núna korter yfir 9 og við getum átt hér samtal áfram við barinn á þessum góða stað áður en við gefum mínum frábæra viðmælendum gott klapp fyrir þeirra góða innlegg þá vildi ég kannski opna á eina spurningu að því að klukkan er svo margt hér er strax hönd á lofti fá viðkomandi til að rísa á fætu, ég vona þetta Sæli, Björn, heiti Ingolfsson ég held að þetta væri fulltrúi kínverska sendiráðsins ég ánægður að sjá að þetta er þú Björn nema að þú sér komin í vinnu þangað ég vona ekki en það sem ég er að velta fyrir mig það sem er að gerast Kína við vitum eins og til þess að þetta skuggakerfi og málakerfinar innanlands sko ef það verður hrun innanfrá að þú varst að tala að þú getur ekki vaxið lengur þá er ég alltaf með hversu mikið ofbeldi telur þú sem þekkirinn í Kína að þeir sé tilbúnir að nota að berjast niður sína þjóð og jafnvel lokalust að fara þau í stríð við einhver nágrannaríki eins og Tævan jafnvel upp á kant við Víetnam eða einhver önnur ríki
fyrir þín skoðun á því. Heyrðu þetta, Magnús? Já. Þetta er náttúrulega einn af þessum óvissu þáttum sem ég var að nefna, sko, það er þessi bara hvernig hlutinni þróast innanlands í Kína. Ég sé svo sem engin merki það kannski að þetta sé að fara kerfið sjálft sé að hrynja eða eitthvað slíkt. Ég held að það sé nú allavega sér maður engin merki það er náttúrulega búið að spá því að Kína og kínverska hagkerfi hrynji núna 20-30 ár og það hefur nú ekki gerst ennþá. En það er auðvitað ákveðin hætta ef að fara að verða erfiðleikar innanlands og þú nefnir, þú spyrð hversu langt eru tilbúin til að ganga. Ég held að sé tilbúin til að ganga töluvert langt en eins og segi ég held að sé ekki samt neitt í spilum sem bendið þess. Sýndu það ekki í COVID? Hvað eru tilbúin til þess að beita mikilvæg hörku og gagvart almenning? Algjörlega sko, það var náttúrulega bara gengið mjög vasklega fram í því öllu. Þannig að það er augljóst mál að menn hafa tækin og tólin til þess að hafa stjórna fólki. En þetta er alveg bara mjög valid spurning eins og varandi hvernig innanlandsmálin fara yfir í einhverja ævintýramennsku erlendis og það er hlutur sem að bera að skoða einmitt ef eitthvað fer að halla á eða bjáta á innanlands sérstaklega efnahagslega og fólk verður óánægt að þá kannski gæti einhvern dott í huga að fara að bjargaði með því að fara í einhver ævintýramennsku erlendis. Það er alveg hárrétt mat. Ef það eru fleiri spurningar þá grípiði Magnús og Guðlaug hér á eftir að því að við ætlum að hafa þetta óformlegra hér eftir. Mér langar rétt í lokin til þess að nefna áður en við gefum þau gott klapp að nú í nóvember erum við að taka fyrir aðra merkilega bók, hún er aðeins öðruvísi í sniðum og stærri, fjallar ekki minna mál, hún nefnist Helförin í nýju ljósi eftir Lawrence Rees, frábær þýðing Jóns Þór sakfræðings og þessi bók var að koma út í íslenskri þýðingu núna fyrir 2 eða 3 vikum síðan. Geti keypt hann á sérstöku tilboði þennan mánuðin í Pennanum á rétt rúmlega 8.000 krónur. Pennin er einn af samstarfsaðilum okkar þetta verkefni Bókaklúbbinn ásamt Samsung, Brim og Keresis. Og við verðum hér í þessum sama sal með Þór Whitehead, professor emeritus til að ræða Helförina og þetta verk Lawrence 27. nóvember. Og ég get bara sagt að ég hef lesið mikið þetta tímabil og fjallað það með ýmsum hætti, en þessi bók er algjörlega einstök samantekt á þessum ótrúlegu atburðum og það er svo magnað hversu mikilvægt það er akkurat á þessum tímapunkti í sögunni, þeirri sögu sem við erum að upplifa á Vesturlöndum, að rifja upp þessa atburði og hvernig þetta gat skeð og raunar get ég upplýst að í Morgunblaðinu í fyrramálið er örlítið greinarkorn frá mér spurningunum það hvort að Helförin geti endurtekið sig og það er stór og alvarleg spurning sem við þurfum að spyrja okkur. En á þessum léttu nótum legg ég til að við gefum viðmælendum mínum Magnúsi Björnssyni og Guðlaugi Þór Þórðarsyni gott klapp.